þessar nýlendu hugmyndir líka allar ótrúlega skrýtnar. Þetta svo einfeldningsleg hugmynd til þess að horfa á heiminn og sem sagt líka bara ef við skoðum sögu Ísrael sko, þú veist, þá byggir alltaf þeirri hugmynd að þannig hafa komið fullt af gyðingum frá Evrópu. Mér minnir þeir séu réttrumlega 20% ísraelska ríkisborgara. Þeir eru svipa margir og múslimar með hérna ísraelskt ríkisfang. Og það alveg issue, það eru sem sagt múslimar í Ísrael verða fyrir rasisma, þeir verða fyrir alls konar mismunun og öðru slíku en þeir lifa samt fyrir allsæri heldur en þeir myndu gera í nágrannlöndunum. Fæstir held ég að myndu vilja skipta en þeirra staði mjög flókin. En sem sagt, það einhvern veginn þetta að þurfa alltaf að smætta raunveruleika niður í sko eitthvað skonar við og þeir sjónarhorn. Þannig fyrir átt að sagði hvað þetta flókið og bara hvað Mið-Austurlönd eru rosalega flókin sko pólitísið. Það til dæmis sko þegar að Írak og Íran í stríði hérna, Persaflóastríðinu, hérna, hvað ekki á 9. áratugnum, þá það sko Sádi-Arabía og Kúveit sem að fjármagna það með lánum. Þegar það sætla niður og Írak stendur fram fyrir því að þurfa að endurgreiða þessi lán, þá svissa strategían 180 gráður og þeir ráðast inn í Kúveit og eru jafnvel með áformum að reyna að taka Sádi-Arabíu líka. Þú veist, það engin varanleg bandalög þannig, það engin varanleg vinátta þjóða og ég held kannski Evrópa rosalega skrítið fyrirbærið að skoða í sögulegu samhengi. Ég held að það sé eðlilegt ástand fyrir lönd að sem sagt, mestum átökum við löndin sem standaði næst. Það þar sem að ágreiningurinn landamæri og þar kemur upp, þar sem að menningarárestrunum verða, það þar sem að freistingin kemur að taka yfir þetta svæði hjá nágrannaríkjunum af því að þeir eru með einhverja auðlind sem þú girnist. Evrópa síðustu áratugina hefur ekki verið þannig og eftir fall jafnteflisins áttu með svæði sem að heldur ótrúlega friðsælum samskiptum milli landa. Evrópusambandið hefur gegnt hlutverkið þar. Það ákveðna spennur þar inni líka sem gera þetta erfitt en ef þú skoðar bara söguna að þú sért með heimsluta ríkjum, mikill fjöldi ríkja og þau láta hvort annað vera og eiga í friðsælum samskiptum, jafnvel vinalegum samskiptum og líta á hvort annað sem einhvers konar vini, sem svona vinaþjóðir okkar. Þetta mjög sérstakt. Spurningin bara hversu lengi getur þetta haldið því að ef við skoðum svo bara út frá orkustefnu þá til dæmis mikil spenna inn á milli Evrópusambandslandanna, sérstaklega austur- og suður-Evrópu, gagnvart mið- eða vestur- og norður-Evrópu í sambandi við orkumálin af því að hérna Þjóðverjar hafa komið í veg fyrir það meðal annars að hérna að Suður-Evrópa geti lagt sem sagt oljuleiðslur frá Rússlandi sama tíma stóðu Þjóðverjarnir á bakvið hérna Nord Stream línurnar, þú veist. Þetta mjög ólíkir og oft mjög svona hræsnifullir hagsmunir sem að rekast á innan þessar batterís. Og síbreytilegir sko. Þannig að spurningin hversu lengi getur Evrópa haldið þetta út því að stemmingin á milli Evrópulanda ekkert alveg jafn góð og við látum hann lítið út frá að vera á yfirborðinu.